byrjum á því að taka smá dæmi út frá efninu sem við fórum yfir í seinasta tíma, sem er að skrapa vefinn. Og núna ég veit ekki hvernig þið standið, en það alveg relevant að fara að spá í vinnu fyrir sumarið og eftir útskrift. Þá besti staðurinn til að kíkja á er tvinna.is, sem eru svona tæknistörf. Og það veit svo til að félagi minn rekur þetta og hann gaf mér góðfúslegt leyfi til þess að skreypa þetta og gera smá úr þessu. Og þá spurning hvað gæti þetta, þarna höfum við eitthvað svona gagnagrunn á störfum, hvað gæti við gert? Það náttúrulega áhugavert þannig að hvað eru mest skoðuðu störfin, hvernig skiptist þetta niður í hvaða tækni verið að skoða. Við getum í raun farið þannig inn, skreypa seinustu, X störf og séð, eitthvað svona sammerkt með þessu, eru .NET störf, meira því eða meira framenda eða meira tækja eða meira eitthvað annað. Þannig við getum tekið allan textan þarna og skoða svona hvort það sé eitthvað sammerkt með þessu. En það fyrsta sem við þyrftum náttúrulega að gera þá er að fá gögnin. Þá getum við gripið til skreyping og það sem þetta blandar saman þetta þrennu sem við erum að fara yfir seinustu viku. Við ætlum að nota fetch til að sækja gögnin, sem þá að opna tengingu og sækja HTML-ið, og Cheerio til þess að loada inn HTML-inu sem við fáum tilbaka og finna út úr því störfin, og til þess að vera ekki of svona aggressív í því að sækja þetta, því að þetta í raun við sjáum hérna að það eitt starf á dag minna, kannski 0,3 störf sett inn á dag, þannig að við þurfum ekki að vera að sækja þetta á einhverja sekúndanfresti eða klukktímanfresti, við getum verið að sækja þetta bara einu svona dag eða eitthvað. Þannig að við ætlum að kassa þetta líka í Redis og þá getum við í raun nota þetta hérna. Þannig að hér öll tólin sem við vorum að vinna með í seinustu viku, og þá getum við í raun byrjum bara að við búið til eitthvað svona terminal forrit sem við keyrum bara í terminalinu og spýtir út einhverjum upplýsingum. Og svo gætum við eftir að við erum búin að búa til eitthvað sem sækir þessi gögn, þá gætum við fara að gera eitthvað meira. Við getum hendum í gagnagrunn og gert eitthvað query á þeim, við getum búið til vefþjónustuna, við getum bara það sem okkur dettur í hug. En þannig að þegar við byrjum svona og getum þá fetchað hérna, sem við fáum með því að nota hérna isomorphic fetch, sem polyfillar fetch fyrir okkur á servernum, þá höfum við aðgang hérna að fetch og við sækjum bara slóðina hérna í grunninn. Bíðum eftir textanum, þegar þetta er í HTML, þannig það er texti sem við fáum tilbaka, og þá það, bara getum við keyrt hérna, fyrir minni hérna sem þetta á heima. Þannig hérna erum við þar, og ég bara búinn að setja upp þessi dependency, þannig þá getum við keyrt þetta. Það tekur einhver tíma, opna HTTP requestið og svo pura það út bara öllu HTML-inu. Þannig að það er hérna eitthvað nóg að vera. Sjáum að það er hellingur af einhverju texta. Og þá það fyrsta sem við getum gert í raun að búa til eitthvað svona hjálparfall sem að myndi heita bara eitthvað function get sem tekur inn eitthvað url. Og við ætlum að segja líka að það er með eitthvað hérna sem heitir casKey. Það sem þetta fatt alltaf að gera þá er í raun að sjá til þess að við þurfum ekki hvert skipt sem við kerum út á forrit að vera að sækja alltaf, opna HTTP og sækja gögnin. Heldur myndum við þá athuga hvort það væri í kassi. Ef það er í kassi, skila því. Annars fara og sækja dótið og setja það í kass. Þannig að þá notum við þetta pattern sem við ræddum aðeins í seinustu viku. Þannig að þá getum við fært þetta hingað yfir. Þá viljum við byrja á því að athuga í raun til eitthvað kast sem þá í raun kastaútgáfan, og þá erum við að fara að nota Redis, þannig að gerum við async get casKey bara, og ef að það er til þá ætlum við að skila því. Og hérna erum við ekkert að taka afstæði til hvort þetta sé einhver hlutur eða ekki, þannig að við ætlum ekki að vera að stringifæða það,
en ef við vissum að það sem við erum að fara að sækja væri einhverju hlutir og við getum ekki geymt þá beint í Redis eins og sumir kannski lent í að ef við reynum að geyma til dæmis undefined eða null eða eitthvað annað en streng í Redis þá fáum við villu í eða viðvörun í hausinn. Viltu ekki segja frekar einn kast og ekki tvö kast? Mikið rétt, svona. Þannig að þá ef þetta til, þá erum við bara á sækjendukastinu og við erum bara góð og höldum bara áfram að vinna úr því í fallinu sem kallar í þetta. En annars, þá viljum við sækja slóðina, þá fjarlægum við hana hérna og köllum í url. Sækjum response textan og setjum þetta í kass. Þá býðum við hérna eftir async set kass key text ex og gefum okkur svo einhver tíma. Köllum það bara, ég veit ekki, kass ttl, time to live. Þetta segir í raun hversu lengi þá á að lifa. Þá verður í raun const text hérna verður get tvinna.is kasski forsíða og getur verið hérna og kallar bara tvinna forsíða. Svo verður að skilgreina þessa breytu, setjum hana bara einhverstað hérna uppi. Þannig að við erum í raun að færa eitthvað fasta sem að gæti verið, við myndum skilja eftir einhverstað inn í einhverju fölli en bara færum hann strax upp í topp á forritun okkar og svo sjáum við bara til hvað verður úr þessu, setjum bara eitthvað stóra tölu hér. Þannig að þá erum við í raun meðnum að vinna þetta, þá bara kössum við þetta, svo pælum við í því hversu lengi og svona eftir á. En ef að þetta virkaði, þá ættum við núna að, ó nei, það gleymist að gera wait, þannig að núna fáum við í raun villu út af því að við reynum hérna að set can't be processed, the connection is already closed og þá er það hérna þegar við köllum í client quit á meðan eitthvað promise er að resolva, svo resolva promiseið reynir að vista eitthvað í Redis en það er búið að loka tengunum við Redis. Þannig að þá er það gleyma hérna að segja await. Þannig að þá kerum við þetta aftur. Ok, tekur tíma að sækja þetta. Undefined. Gleymum að skila text hér. Nei, client.quit bara lokar tenginguna frá forritun okkar við Redis. Þannig að ef við gerum það ekki, þá gætum við verið í raun, ef þetta verið forrit sem var að keyra mjög mörg eða mjög oft við hvert request til dæmis, þá gæti það verið að hanga á einhverjum hérna connectionum. En það er svona eins og með Postgres, við setjum það svolítið út fyrir svega. Þannig að núna ætti það skila okkur bara strax svari og það gerir það. Ekki alveg strax, en það var svona 100 millisekundur í staðinn fyrir kannski 1,5 sekúndur sem það tók að sækja þarna. Þannig að núna erum við búin að kassa þetta og höfum hérna eitthvað tól til þess að kassa síðan einhver framtíðarköll sem gerum hugsanlega. Þannig að næst er að taka þetta og vinna út úr þessu einhver gögn. Þannig að það sem við getum gert þá er að fara hér, opna inspektorinn af því að hann er oft tíðum betri en margt annað til þess að skoða hvernig struktúrun er á vefnum. Og þá sjáum við hérna að það er eitthvað section hérna, stækkum þetta aðeins. Það er eitthvað section hérna sem heitir job listing og inn í því er UL-listi og UL-ið er með A sem er þá í raun linkur á starfið. Þá sjáum við að þar er í raun einhver svona lykill /jobs/devops /sérfræðingur/3. Þetta er þá líklegast þriðja devops sérfræðingastarfið sem hefur verið auglýst eftir. Við getum látið þetta vera einhvern lykil fyrir okkur og við opnum þetta og sjáum við hér er heitið á starfinu. Hérna kemur einhver hver er vinnuveitandinn, hérna kemur dagsetning og hérna kemur hversu oft er búið að skoða þetta starf. Þannig að við getum í raun tekið öll þessu gögn og sett þau upp í einhvern lista og séð síðan hvað fá út af því. Þannig að þá þurfum við einhvern veginn að geta parsað þetta HTML. Þá getum við notað hérna Cheerio og Cheerio notar hérna load, tekur inn einhver texta sem er þá HTML og skilar hérna dollar sem er svona eins og að þetta notar jQuery API-ið. Þá getum við bara byrjað á því að reyna að finna hérna, köllum þetta bara jobs, job elements, verður þá dollar
við finnum þetta job listing section sem þá bara selektorinn á klassan hérna á þennan hérna klassa. Svo það li og a inn í því. Li a. Þannig að þetta gefur okkur öll þessi job element og þá getum við séð hvað það skilur okkur. Ef við kerum þetta og fáum einhverja svona gagnatýpu frá Cheerio, en mér sýnist allavega að þetta sé rétt að því við erum að fá eitthvað 30 elementana. Þannig að þá getum við núna í staðinn fyrir að logga þetta út búið til eitthvað jobs fylki sem ætlar að innihalda öll störfin okkar. Svo getum við gert job elements each sem fall bara á API-num frá Cheerio. Það tekur öfugt við for each í JavaScript. Tekur fyrst inn indexin, síðan elementi sem við verðum að díla við. Og þá fáum við þetta, getum við farið í gegnum þetta. Þá getum við sagt title er eitthvað sem við ætlum að sækja úr þessu. Þá segjum við húrra fyrir semantík, það er H2 element. Þannig að þá getum við sagt $el að því við þurfum að breyta í raun þessu elementi yfir aftur í eitthvað Cheerio element. Fundið H2 og fengið textan úr því. Þetta ætti að skila okkur titlinum ef við erum heppin. Og síðan ætlum við að finna þennan employer. Þannig að þá ætlum við að nota p-ið. Const employer. Það er þá svipað og svipað fyrir views sem er inn í span og svipað fyrir date sem er inn í date time svona og þá erum við komið með þessa hluti. Þá getum við sagt jobs, push, setjum þetta á fylkið okkar og notum title, employer, views, date. Þannig að þetta er mjög líklegt að gögnin okkar verði svona skítug. Það er að það verði einhverjar auka upplýsingar sem okkur skiptir okkur ekki máli. En keyrum þetta og sjáum hvað gerist. Loggum ekkert út nema textan hérna uppi. Console log jobs. Ok, eitthvað að gerast. Title, C og C++ hugbúnaðarþróun. Hljómar hardcore. Intellecta. Svo fáum við eitthvað þetta er fullt starf. Views er eitthvað bilað hjá okkur. Og date 8.12, 8ds hérna. Þannig að þetta er eitthvað að vinna betur úr þessum upplýsingum. En þessar views, það klikkaði út af því að við finnum öll spön. Þannig að við viljum að finna spanið sem við erum með þetta view track. Getum við sett bara view track, já. Og svo veit ég ekki hversu mikið við viljum finna út úr hinu. En þetta er eitthvað svona byline sem er þá þetta og við viljum splitta á þessu til að fá í raun const employer sem er sjálfgefið tómustrengurinn og type sem er sjálfgefið tómustrengurinn jafnt og byline split á bil, pípa, bil. Þannig þá sjáum við að þetta er á þessu formi intellecta, bil, pípa, fullt starf. Þannig við viljum splitta þessu í tvennt og vista hvort heldur sem er og setja það á hlutin okkar. Þannig núna fáum við employer, intellecta, type, fullt starf, views, skoðað 1941 sinnum. Og núna getum við látið þetta date liggja milli hluta, skiptir okkur ekki smáli, en nú getum við spurt spurningar eins og af störfum á forsíðunni, hvað er búið að skoða mest? Og þá þurfum við reyndar að taka views og gerum bara svolítið
lata leið, replaceum í burtu skoðað bil og bil sinnum, fáum það bara töluna og svo getum við verið ennþá, jú, akkurat, þá er þetta farið að vera svolítið löng lína sem er svolítið mjög í anda jQuery, svona, þannig að þá er þetta svona, svo getum við verið enn grófari og sagt bara views verður bara number af views, þannig að þá köstum við þessu yfir í number, gefið að þetta sé alltaf number, þannig að við erum svolítið svona að vona það að vera aldrei strengur þarna eða eitthvað svona, en þá sjáum við hérna, þetta er orðið tala og þá getum við núna gert eins og búið til nýtt fylki sem heitir sorted, sem er þá jobs, sort, það tekur inn í raun fall, sem er tvö atriði sem við erum að bera saman, bara A og B og skilar í raun mínuseinum eða lágri tölu, núlli eða hárri tölu eftir í hvort á að vera undan. Þannig að þá segjum við bara A views stærri en B views. Já, true eða false, sorry. Þannig getum við sortað þetta og þá getum við blokkað út sorted möppum þannig að við fáum bara skilum bara hérna nei, skilum þessu bara öllu. Þetta er ekki það mikið af upplýsingum. Þá er þetta í öfugri röð. Nei, við röðum þessu í svona. Þá fáum við að eða þá er þetta bara eitthvað bilað 2600 700 Ég held að sort skili eigi að skila tölu. frekar en búling. Já, Þá myndi að gera A mínus B já, sort og einmitt. Jú, þá svona til þess að þetta verði í fyrsta stagi verði efsta stagi. Þá sjáum við hvað er vinsælast hérna sem er hugbúnaðarsérfræðingur hjá Premise, hugbúnaðarsérfræðingur hjá Wow, Agile Coach hjá Anata og síðan í röð hérna niður. En síðan náttúrulega getum við haldið áfram og farið inn í sjálft starfið og sótt textan fyrir það og þá getum við getum reynt að finna út hversu oft koma fyrir svona einhver svona tækni heiti. Við getum notað eitthvað svona machine learning eða eitthvað svona NLP-dót til þess að finna út úr því hvaða orð koma oftast fyrir og einhvern veginn þannig er þetta aðlaga okkar CV að því, tikka í öll buzzword boxin. Þannig ef við myndum ætla að gera það, þá myndum við einhvern veginn þurfum við að ídra í gegnum í raun þennan lista með slóðinni á þeim. Þannig að þá fyrir að vera viljum við fá slóðina á starfið. Það er þá í A-hrefinu sem við vorum með hérna. Þannig að þá er það hérna full slóð sem er fínt. Þannig að við þurfum ekki að bæta við einhverju öðru. Þannig að þá getum við sagt hérna href er el atr href sem er út af því að við erum að velja aðið hérna. Þá fáum við það sem bara attribútið á því út frá href og bætum því við hérna í hlutin okkar og látum þetta liggja milli hluta í bili.
keyrum þetta aftur og þá fáum við hérna slóðin á hvert starf hérna. Þannig að núna getum við í raun haldið áfram með þetta og bætt við gögnum í þennan hlut okkar, eða þetta fylki okkar. Þá getum við bara gert það með því að fara í gegnum hvert item. Þannig að við segjum jobs for each og þá fáum við í raun job. Og þá höfum við hrefið hérna, þannig að við getum gert const description jafnt og möppum þetta frekar og skilum starfinu með description. Þannig að þá getum við gert svona einhvern veginn, segjum að þetta gangi upp hjá okkur, þá verður þetta svona og þá verður description eitthvað sem við þurfum að sækja úr starfinu. Þá getum við skoða hvernig það lítur út. Þá það í raun að fá þennan texta sýrulagi og þá það ekki alveg, það eitthvað job detail hérna sem við getum sótt. Þannig við getum byrjað á því að sækja það og geyma það sem description. Og þá þurfum við að sækja í raun hrefið sem þá slóðina á starfið. Og hérna í raun, að þegar við erum að gera þetta svona, og við erum bara að vinna í þessu, þá þurfum við ekkert eitthvað að spá í því sérstaklega að vera eitthvað, við ættum ekki að veita inn í einhverju lúpu eitthvað svona og leyfum okkur bara að gera þetta. Og þetta mun hafa þá hliðarverkun að við munum ekki sækja í raun öll 30, við munum ekki opna 30 tengingar í einu, heldur munum við opna eina tengingu, sækja, opna aðra tengingu og þannig munum við gera þetta í röð þannig að við erum búin að gera fyrir hvert einasta starf. Og þá getum við búið okkur til key út frá því hvaða starf við erum að sækja. Þá getum við notað í raun bara þetta og sagt key job href replace, tökum bara þennan part af og seinasta trailing-slassið og kallum þetta slug og þetta svona sluggið á starfið og segjum að keyið sé þá slug með tvinna prefix. Þá getum við haldið okkur við þetta og ef við myndum mögulega henda út öllu, þá getum við alltaf bara klíra þennan tvinna prefix. Og þá getum við keyrt þetta, en keyrum svona dry run áður en við förum í að gera 30 request í einu og prófum bara að keyra þetta, sjá hvort það komið eitthvað villa hérna. Gerum ég að bleika svona console log fetch href key href, já. Svona. Fetch hérna, tvinna, tvíbúndur, hugbúnaðarsérfræðingur 22. Mikil eftirspurn eftir hugbúnaðarsérfræðingum. Þannig að þá þetta svona, erum við til í þetta og þá náttúrulega mun þetta líka gera það verkum að þetta mun præma kassið okkar með öllum þessum upplýsingum. Þannig að ef þetta rétt hjá okkur, þá keyrum við þetta bara núna. Erum svo með í raun 30 lykla í reti sem allir með öllum störfunum sem getur síðan unnið á án þess að þurfa að vera að hafa ágjörð af því að vera fara á vefinn. Þannig að þá segjum við bara ég gerir get hérna sem var þetta hjálparfall sem við gerum áðan sem þá í raun við nýtum þessa lógík aftur. Hún athugar hvort að keyið sé til og þá erum við að gera ráð fyrir því að þetta key, að því ég veit að þetta er WordPress sem er að keyra þetta og sluggið þarna sem það verður að vera unique, þannig að við nýtum það áfram og við vitum að þetta verður unique. En annars mun það bara skrifa yfir og okkur er svona alveg saman þá myndi skrifa eitthvað á handahófi yfir eina eða tvö störf af og til. Ok,
Þannig að þá átti þetta ekki að gera. Já, þegar við þurfum að segja að þetta sé async. Wow. Nú klikkaði eitthvað svakalega. Skulum sjá hvort að eitthvað hafi hafi vistast hér. Það ennþá bara einn lykill, þannig eitthvað hrikalegt gerist. Þannig þá getum við gert, er í raun að færa þessa lógík úr þessu map-falli hérna, búið til nýtt fall sem við kallum bara function get job description á einhverju job sem þá hluturinn, og þá getum við breytt þessu mappi hér í það að vera bara job get job description job, og leyfir okkur þá líka að gera debug sem þá get job description jobs bara fyrsta. Þannig að jú. Ok. Það virkaði. Þannig að já, að því að mappin alltaf keyrir, mappar yfir öll elementin sem öll keyra og öll fóru í gang á sama tíma, og við gerðum 30 request sem var það sem ég ætlaði ekki að gera. Svona þetta bara stundum. Þannig að þá hugmynd að gera þetta kannski frekar í bara for loopu hér. Þannig þá getur við sagt bara for i jafnt úr 0 i minna en jobs length i plus og segjum þá búum bara til nýtt sem heitir process jobs sem nýtt fylki, og segjum job await get job description jobs i. Þannig að þetta pásar for loopuna, við ekki eitthvað breyfasta meira. Segir síðan processed jobs push job og lokum hérna processed job. Ok, þetta lítur betur út. Þannig að þetta gerast eitt í einu og við erum ekki í raun að dundra út á vefinu fullt af einhverju dóti. Þannig að nú bíðum við bara og fyllum reytisjá okkur af upplýsingum störf og erum núna komið með lykla fyrir allt þetta. Þannig að núna næsta sem við getum gert í raun að hlaupa í gegnum hvert og eitt starf, og við getum prófa líka hvað gerist núna ef við prófum að keyra þetta bara aftur. Þá tók þetta bara nokkrar millisekundur, nokkra tugi millisekunda. Þannig að nú erum við með þetta og við getum í raun haldið áfram að vinna okkur í gegnum þetta, og við getum í raun farið þá í þetta get job description og unnið eitthvað úr þessum gögnum hér, og það sem við getum þá gert við þau að skoða hvernig það hérna eitthvað job detail sem titillinn, svo kemur hugsanlega einhver mynd, það einhver P hérna sem skiptir máli, og það í raun textin á þessu. Svo spurning að við förum hérna, finnum einhver önnur störf, þá hérna P og ul. Þannig að þetta svona aðeins meira vesen en hitt, en segjum bara að við ætlum að finna P og ul. Þannig að þá getum við sagt text verður, þá byrjum við á því að búa til nýtt svona cherry hlut
sem verður þá Cheerio load data. Text verður þetta AP eða ul og þá fáum við tilbaka fylki af þessu og þá getum við sagt það sem við viljum gera er í raun að taka bara alla þessa texta og bara konkata þeim í eitt streng, joina það á bili. Það er svona einhvern veginn strípum HTML af þessu. Þá getum við gert text each það fyrir að vera svolítið svona text elements, text er fylki, þetta er fyrir hver ítum í gegnum þetta const t, breytum upp, verður er text push t eða bara og þarf að vera með svona og þá ætlum við að segja þetta verður bara text join með bili og við ætlum að hætta að við vorum ekki logga neitt út hérna lengur þannig þá ætlum við bara að sjá hvernig líta þá þessi processed jobs út. Description tvinna auglýstu starf. Ó nei, það vantaði selector job detail selector hérna fyrir ofan. Job detail svona. Leitum að háskólamenntuðum hugbúnaðarsérfræðingi sem hefur sannað sig sem fær C eða C++ forritari. Ok. Þetta er eitthvað. Þannig að hérna er eitthvað svona new lines. Þú ofinótandi. Ok. Það er eitthvað hérna, ef við splittum út new lines, þá erum við allir að fara að koma með eitthvað sem er hægt að vinna með og hvað gætum við gert við þetta? Við gætum núna búið til fylki sem heitir hlut sem heitir words og segjum að hann muni innihalda orð og tölu þar sem að við getum talið hversu oft eitthvað kemur fyrir í þessum texta og þá getum við tekið þetta svona job split desk job description split á bili split desk for each orð if það er ekki búið að segja þetta orð inn í þetta words object þá ætlum við að segja words jafnt og 0 svo ætlum við að segja hækkum við teljaran fyrir hvert orð. Það er ekki betra að splitta á whitespace. Það er mikið að new line. Jú, hvað er \d? Ekki. Stórt tvöfaldvarp. Það hljómar. Ok.
það verður svona aðeins meira, við getum, það hérna, þetta object, þá getum við ekki sortað hann beint. Þannig að við getum svona séð hvort þetta sé eitthvað punarkraftur. Við búum yfir miklum punarkrafti, rekstrartengdum punarkrafti, essari, eitthvað, þannig að það eitthvað svona, eitthvað skrítið þarna, Gísli, já, ekki hann. Þannig að þetta svona, þetta gæti þurft svona einhverja aðeins meiri svona polish til þess að verða eitthvað sem við getum actually notað. En við erum allavega komin frá þeim stað að vera með einhverja hugmynd að sækja einhver gögn, ná í þau og fara svona að lendi í allavega bara eitthvað svona hvað geti gert áhugavert með þessi gögn. Og þetta svona svolítið krafturinn í þessum scraping pælingum. Svo getum við haldið áfram og við getum skoða hvað hérna sækja fleiri störf. Það greinilega verið að gera eitthvað þarna til þess að sækja fleiri störf. Við getum skoðað aðeins, prófa vefinn og sagt hvað ætla að gera kæri vefur. Þá það, já ok, það bara eitthvað verið að sækja eitthvað page 3. Þá getum við bara gert það að vera hey, eða verið að sækja page 3. Ætla þess að þetta sækja page n. Þá getum við gert svona og gert hvað eru margar pages af störfum. Ok, þarna ekki neitt. Þetta 404? Þetta 404, þannig að þá gæti við búið til aðra lúpu utan þessa lúpu sem að myndi ídra í gegnum störf þannig til að við fáum 404 frá vefnum og þá getum við sagt, hei, við erum komið með öll störfin og þá erum við svona, já, hvað næst? En síðan, þegar ég hef smá innsætt í þetta, og ég veit að þetta er WordPress og ég veit að það er búið að uppfæra þetta í nýlega útgáfu, bara held í nýjast útgáfuna af WordPress, þá getum við skoða hérna og þá komum við WordPress frá og með útgáfu 4.3 eða 4 eða eitthvað er með REST API sem er bara mjög REST og hann er þá hérna og þá getum við skoðað að við erum með eitthvað routes það er eitthvað /o-embed og það er eitthvað hérna sem heitir posts og þá getum við farið hérna í þetta það er ekki neitt okkur er ekki til posts þá fer þetta svolítið eftir náttúrulega uppsetningunni á vefnum en þá getum við nota þetta til þess að sækja ef það væri einhver posts sem væri notað undir þetta í WordPress. Við getum skoðað hérna waf2 pages. Hérna er einhverjar síður. Password require. Já, þetta gæti... Já, þetta er hugsanlega eitthvað sem maður þurfti að skoða. Það er eitthvað svona síður sem ég veit ekki hvort maður hefur getað komast inn á. En þetta var allavega skemmtilegt scraping-ævintýri.